Hreyfiþroski barna á aldrinum 2 til 6 ára. Hreyfiþroskinn er lykilþáttur í almennum þroska barna þar sem hann tengist líkamsvitund, sjálfstraust og félagslegri þróun. Börn þurfa góðan hreyfiþroska til að taka þátt í leikjum, samskiptum og í daglegu lífi. Skilgreining á hreyfiþroskanum er að hann er ferli þar sem börn þróa með sér hæfni til að stjórna og samhæfa hreyfingar líkamans, samhæfingin sem vorum að tala um daginn. Hann þróast í áföngum og felur í sér bæði grófhreyfingar og til dæmis hlaup og stökk og fínhreyfingarnar, til dæmis að grípa hluti og nota hendurnar. Aldurinn 2 til 3 ára. Grófhreyfingar. Þetta er svona bara í grófum dráttum. Grófhreyfingarnar eru að börnin geta hlaupið, sparkað í bolta og byrjað að klifra. Þau geta hoppað úr lágri hæð, gengið upp og niður stiga með aðstoð og reynt að sparka eða kasta hlutum. Þau eru byrjuð að læra jafnvægi og samhæfingu, til dæmis að hlaupa án þess að detta oft og reyna að hoppa jafnfætis. Fínhreyfingarnar hjá þessum aldri, 2 til 3 ára, þau geta byggt turn úr 3 til 4 kubbum. Þau geta haldið á blýanti með öllum fingrum og byrjað að æfa sig í einföldum verkum eins og að borða með hnífapörum. Þau geta teiknað hring og byrjað að prófa sig áfram með að tengja einföld form. Þá er það aldurinn 3 til 4 ára. Grófhreyfingarnar. Börn geta núna hlaupið með meiri stjórn og sveigjanleika, hoppað á öðru fæti og þau klifra betur. Jafnvægi batnar verulega og þau geta gengið upp og niður stiga án stuðnings og spila bolta á einfaldan hátt. Fínhreyfingarnar hjá þeim hópi er að þau eru með betri stjórn á höndum og fingrum. Þau geta teiknað krossa og grunnmyndir, til dæmis manneskju með hring fyrir höfuð og strik fyrir búk. Notkun skæra og annarra einfaldra verkfæra er orðin auðveldari. Aldurinn 4 til 5 ára, þá eru þau farin að geta hlaupið, hoppað og klifrað með meira sjálfsöryggi og nákvæmni. Þau geta staðið á öðrum fæti í lengri tíma, þau geta stokkið fram og upp og nýtt hendur betur í samhæfingu við fæturnar, til dæmis að kasta og grípa bolta. Hreyfingarnar eru orðnar hraðari en áður og þau geta hoppað jafnfætis. Fínhreyfingarnar á þeim er að þau eru farin að stjórna blýanti betur. Þau geta fylgt einföldum línum og teikna nákvæmari myndir eins og manneskjur með fleiri smáatriði. Þau nota skæri betur, geta til dæmis klippt eftir línu og stækka kubbabyggingarnar sínar. Aldurinn 5 til 6 ára, þá eru grófhreyfingarnar þær að hlaupatekni og hreyfingar eru orðnar miklu fáaðri. Börn geta hoppa lengra, gengi betur á línu og jafnvægi er orðið mjög gott. Þau taka þátt í íþróttaleikjum, geta hjóla á 2 hjóla hjóli með hjálpardekkjum og klifrað flóknari hindranir. Fínhreyfingarnar er að þau byrjað að skrifa grunnstafi á nafni sitt, teikna einfalda myndir af fólki, dýrum og hlutum. Samhæfing handa og augna er orðin mun betri sem gerir þau færum að framkvæma flóknari verki eins og að perla, snúa lyklum í skrá og nota tölvuleiki. Mikilvægi hreyfileiks og umhverfis. Frjáls hreyfileikur er nauðsynlegur fyrir hreyfiþroskan. Börn æfa jafnvægi, kraft og samhæfingu með leikjum eins og að hlaupa, hoppa, klifra og leika sér með bolta. Umhverfi barnsins hefur áhrif á hreyfiþroskan. Börn sem hafa aðgang að örvandi leiksvæðum, til dæmis útileiksvæðum, og fá hvatningu frá foreldrum til að reyna á sig, eiga auðveldara með að þróa hreyfifærni. Áhrif hreyfiþroskans á aðra þroskaþætti eru til dæmis félagsþroskinn, að með aukinni hreyfifærni verða börn færar í samskipti við önnur börn í gegnum leiki. Samvinnu og hópleikir verða mikilvægir til að efla samskiptahæfni. Vitsmunaþroskinn. Hreyfiþroskinn eflir getu barna til að leysa vandamál, sérstaklega þegar þau takast á við áskoranir í hreyfileikjum eða verkefnum sem krefjast samhæfingar. Sjálfsmynd og sjálfstraust. Þegar börn þróa með sér betri hreyfifærni, eykst sjálfstraust þeirra sem hefur jákvæð áhrif á heildarþroska og vellíðan. Það eru auðvitað áskoranir í þessu öllu. Sum börn eigi erfiðleikum með hreyfiþroska sem getur birst í formi skorts á samhæfingu, jafnvægisvanda eða hægari þróun fínhreyfinga. Slíkt getur haft áhrif á daglegt líf og félagslega þátttöku barns. Stuðningur og íhlutun við þetta er að það er mikilvægt að styðja við hreyfiþroska barna með markvissri þjálfun, leikjun og hvatningu. Ef barn á í verulegum erfiðleikum ætti að leita til sérfræðinga, svo sem sjúkraþjálfa eða iðjuþjálfa, til að veita viðeigandi stuðning. Hreyfiþroski barna á aldrinum 2 til 6 ára er mikilvægur þáttur í heildarþroska þeirra. Með góðri umönnun, hvatningu og umhverfi sem styður við frjálsan leik og fjölbreytta hreyfingu, þá fá börnin tækifæri til að þroska sig líkamlega, vitsmunalega og félagslega. Við sem fullorðin berum ábyrgð á að skapa öruggt og hvetjandi umhverfi fyrir þennan mikilvæga þroskaferli.